Ari heiti ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt. Verkefni snerist að kostnaðargreina kælikerfi sem hannað var að Erni Ingvarssyni til notkunar á frostþurrkunarkerfi. Ásamt kostnaðargreiningu voru valdir íhlutir sem henta fyrir þetta kerfi. Kostnaðargreiningin skiptist í 3 hluta sem eru þá íhlutir kerfis, stýrikerfið og svo uppsetningin. Hér ber að líta mynd af kerfinu. Það nokkuð óhefðbundið þar sem ekki notið kæliþjappa heldur 2 röravarmaskiptar til að hita kælimiðilinn og skapa þá þrýsting í kerfinu og viðhalda hringrásinni. Svo heldur engin eimir né þensluloki heldur þeysir sem notaðir til að búa til sog fyrir frostþurrkunar hlutan. Þeir hlutir sem ekki voru til greiningar voru kaldavasskerfið vinstra megin á myndinni. Það kemur hana inn í kassa fyrir ofan varmaskiptana eða hitarana, þar sem stendur kalt vatn. Þetta ekki tekið inn í og ekki heldur þeysirinn, sem ennþá svolítið óvíst hvað hann kostar. Hér má sjá töflu með kostnaði hvers íhlutar fyrir sig. Ég miðaði við 50 kW afkastagetu til þess að fá eitthvað viðmið við val á íhlutunum sjálfum. Hægt að finna bæklinga fyrir þessa hluti hjá framleiðendum, en til þess að fá verð þurfti ég að tala við þjónustufulltrúa á Íslandi. Þeir sem ég hafði samband við voru Frost EHF, Danfoss á Íslandi og svo Varma og Vélaverk. Fyrir kælikerfis hlutana fékk ég allt hjá Frost EHF. Það þeir hlutir sem eru í beinni snertingu við ammoníak. Svo til þess að fá við vatnshlutana á kerfinu, hitaðarana þarna megin og svo kælivatnið hinum megin, þá talaði ég við Varma og Vélaverk og Danfoss Íslandi. Þar sem þeir hjá Frost voru ekki mikið með vatnstengda hluti. Svo til þess að brjóta niður töfluna þá má sjá íhlut lengst til vinstri, svo má sjá magnið, kostnaðinn á hvert magn, meðtekið inn virðisaukaskattur, svo samanlagt, og aftan á hægt að sjá vörunúmer hvers íhlutar og ásamt framleiðanda. Til að fá upplýsingar verð og stýrikerfi sem hentar fyrir svona kerfi hafði ég samband við Raftákn. Þar fékk ég verð sem talið var líklegt með við mynd, sem skiptist í rauninni niður í þessa 5 hluti sem snýst tölvuna. Tölvan sjálf ekkert ofboðslega dýr, en að fá stýrikerfið í hana, það ofboðslega dýrt. Það þarf líka að teikna upp stýrirásamynd sem sýnir upp tenginguna á kerfinu, og hugbúnað að vinna í rauninni forritun inn í stýrikerfið. Restin þarna í rauninni tengingar frá tölvu og í alla þá hluti sem að gefa merki til þess að geta sett inn í reiknihlutan og gefið út merki. Við uppsetningu kerfis þá hafði ég samband mestmegnis við Frost. Þar fékk ég upplýsingar tímakaupið hjá þeim ásamt því hver langan tíma það tæki að setja upp kerfi sem slíkt. Eitt ber að taka fram að í íhlutum þá kemur fram receiver, þar sem að í rauninni kemur inn á milli eimsvala og þjöppu, eða dælu réttara sagt, og hann yrði líklegast það lítill að þeir myndu bara smíða hann á staðinum. Ég færi ekki að kaupa hann fyrirfram, smíða hann. En já, við vinnu og uppsetningu þá taka þeir ég fekk tímakaupið hjá þeim og miðaði við að þetta tæki 100 tíma, þannig að
Tímaverðið hjá þeim er 11.160 og svo náttúrulega með við 100 tíma sem tekur í uppsetningu og kemur niður þannig. Einnig tók ég inn í reikningin að það þyrfti að hljóðbylgju myndakerfið svo hægt var að fá leyfi fyrir því og skoða það og fékk þennan kostnað frá starfsmanni í Frost. Já, við samantekt og kostnaði kemur í ljós að þetta kerfi kostar 24.520.776 krónur. Það væri eflaust hægt að lækka kostnaði eitthvað með vali á öðrum íhlutum en þetta er það sem ég ætla að miða við. Við sundurliðun á kostnaði kemur í ljós að íhlutir taka 71% af kostnaði við þetta kerfi. Þar eru síðan 22% í stýrikerfið og að lokum eru 7 í uppsetningu og skoðun. Þetta er samt vert að taka fram bara kælikerfið án þeysis og frostþurrkunarklefa, þannig að til þess að fá fullvirkandi klefa með kerfinu þá kemur þetta til með að kosta eitthvað meira. En fyrir 50 kW kælikerfi er þetta bara nokkuð vel sloppið. Ég hef þá ekki meira að segja um þetta. Takk fyrir mig.